segja hvernig ég fekk hugmyndina sjálf, en þú veist, ég held að það hef verið svolítið bundið staðinn líka, sko. Það ég var að hugsa hérna hvað ég ætla að gera og svona, og fór þá að hugsa þú veist, þessi staðsetning sem myndin tekin upp það sem að pabbi minn ólst upp, sko. Og ég fór bara að hugsa þann location og hvað var þetta að gera þar, þannig að ég myndi örugglega að segja að location hafi verið svona byrjun á því, ég var komin í smá tímaþröng, sko, ég var orðinn pínu stressaður, sko, þannig að locationi hjálpaði allan að klála við það, sko. Þetta er fyrsta myndin sem ég er aðalhlutur. Eða svona, við vorum alltaf 3 í aðalhlutverki, en ég hef verið leikið í myndum en þar er ég bara aukahlutverk. Ok, hvernig leið þér að sjá því svona á bíó, þetta? Ég var að tala um þetta Emil, sko. Ég er mjög svona lokuð persóna og mér finnst alveg óþægilegt bara að sjá mig sko í skólamyndbandi, sko, einhverju skólaverkinu, og þetta var bara eitthvað, þetta var geggjuð svona upplifun, en þetta var samt svona, þetta var ótrúlega sérstakt, líka maður þekkir ekki röddina sína og eitthvað svona, það var alveg mjög sérstakt. Dagur heiti ég, og ég gerði þess stuttmyndina Hide and Seek, það er feluleikur á íslensku. Ég fekk, það er ekkert merkilega það, ég fekk hugmyndina myndin í heitapoti. Ég einhvern veginn upplifði bara þessa þörf allt í einu og langaði að skapa og fekk þessa hugmynd og byrjaði á því að vera 2 línur, yfir í 3 línur, yfir í vera heilblaðs. Og ég skrifaði þetta handrit fyrir 3 árum, og í rauninni gerði það ekki fyrir fyrra. Í rauninni fann ég mig langar að gera eitthvað og ég uppgötaði þetta handrit aftur og sló til bara. Hugmyndina á önnur kona en ég, hún Bergþóra Snæbjörnsdóttir, hún er handritshöfundur og ég fekk handritið í hendurnar og var svona ofsalega hrifin af handritinu og þessari grunnhugmynd sem hún kom með, og svo gerðum við ákveðna aðlaganir bara til þess að skýra söguna og gera hana svolítið þannig að ég fyndi minn tón líka, og það gekk ótrúlega vel og unnum vel saman, og Bergþóra endaði á því að skrifa alveg bara þetta frábæra handrit sem ég er ofsalega ánægð og stolt að hafa fengið tækifæri til að leikstýra. Það var alveg mjög flott, og svo langar mig meira að spyrja út í þetta voru bara konur, þetta sem varst að tala um. Getur þú útskýrt það aðeins meira fyrir okkur? Já, Doris-verkefnið sem að þessi mynd er hluti af, það gengur út á það að konur eiga að gegna öllum lykilstöðum. Þá erum við að tala um kona verður að vera í aðalhlutverki, hún þarf að skrifa handritið, kona þarf að framleiða, kona þarf að leikstýra og kvikmyndatökum konan þarf að vera kona. Ok, það er mjög skemmtilegt. Já, og þetta er svona leið til þess að bara, raun og veru hvetja konur til þess að vera í öllum hlutverkum, öllum stöðum í kvikmyndagerðinni. Vegna þess að til dæmis eins og hérna heima okkur vantar fleiri kvikmyndatökukonur, okkur vantar fleiri konur sem að geta lýst. Það er alveg, og þetta er svona liður af því, þetta er norrænt verkefni, að bara þær konur sem allavega eru til staðar, þær fái tækifæri og fái að blómstra. Og ég er mjög stolt af því að geta átt minn þátt í því að hvetja konur til þess að hafa sterkari raddir í kvikmyndagerð.